Velkomin í föstudagsþáttinn á N4. Við fáum ýmsa góða gesti að vanda og til mín eru komnar tvær mjög góðar. Þær eru frá Soroptimistum og Sonta. Velkomnar Sigrún Fanney og Kristín Heba. Takk. Kristín Heba. Já. Heyrðu, það er eitthvað átak að fara í gang. Roða gillum heiminn svo fallegt. Vil ég aðeins segja mér hvað er að gerast? Já, við erum að taka höndum saman, Sonta og Soroptimistar. Það er ekkert alltaf sem það er í gangi. Fyrsta skipti. Í fyrsta skipti. Með svona formlegum hætti Já. Og svo er jafnréttisstofa með okkur líka. Og það verður ljósaganga á mánudaginn, klukkan 5 frá Hofi. Það sem að við störtum 16 daga átaki gegn ofbeldi. 16 átakið? 16 daga átaki. 16 daga átaki, já. En ekki fyrsta sinn, þetta hefur verið árlegt. Þetta er búið að vera síðan sko 1991 hefur þetta átak verið í gangi og það voru sko Sameinuðu þjóðirnar völdu þennan dag sem dag svona vitundavakningar gegn þetta sem sagt ofbeldi, kynbundið ofbeldi gegn konum og stúlkum. Og þetta endar 10. desember sem er mannréttindadagur Sameinuðu þjóðanna og alþjóðadagur Soroptimista reynda líka. Þannig að það verður svona ýmislegt í gangi og Hof eru til dæmis lýst upp með svona roðagiltum lit, appelsínugulu lit. Og þú ert í appelsínugulu? Ég er í appelsínugulu, fyrsta sinn. Og takk Magga, nei. Og þannig að við svona ákvaðum að taka svolítið höndum saman og reyna að gera þetta svolítið stórt núna. Er eitthvað sérstök ástæða fyrir 25. nóvember, vitið þið það? Já, það er Sameinuðu þjóðirnar völdu þann dag sem vitundavakningadag. Vitið þið eitthvað af hverju þið völdu þann dag? Nei, ég veit það nú ekki. En það er bara alþjóðlegur baráttudagur gegn ofbeldi. En sko, Sonta hefur tekið þátt í og verið að skipuleggja ljósagönguna í undanfarin ár og það hefur verið svona dregið svolítið úr aðsókninni og í fyrra var nú... það gengur ekki. Nei, það var fámennt í gönguna en núna er við, bara gott að sameinast og... Og ljósaganga eru þá með kyndla eða kerti eða eitthvað svona? Sontakonurnar verður með kyndla og svo verður kakó og eitthvað með því upp í Akureyrarkirkju, við endum í kirkjunni. Og og þar vera svona ávörp líka, ég held frá sitthvorum klúbbnum og Aflinu held ég. Já, Sigurbjörg Harðardóttir, verkefnastjóri Aflsins verður með erindi og Katrín Björk, jafnréttisstofu verður líka. Og þetta er klukkan 5 á mánudaginn og það eru allir velkomnir og þetta er ekkert eitthvað löng ganga, þetta er svona bara... Nei, Hof upp í kirkju, þetta er svona, svolítið svona læra að puða upp tröppurnar en ég menna... Allir hafa gott af því. Já. Og svo eru þið að þessir fallegu treflar, segðu mér aðeins frá þeim. Sko við ákváðum eiginlega að gera tvenns konar svona trefla og saumastofu Akureyrar, hún prjónar þetta fyrir okkur og þar til dæmis vinna konur af erlendar konur í nokkrar þar. Já. Og líka bara styrkja heimabyggð. Er þetta ekki frekar nýleg prjónastofa? Mér finnst þess að hún sé svona endurreist bara fyrir nokkrum árum. Já, er þetta ekki frekar endurreist? Já. Ég svo sem veit nú ekki söguna en Þær eru að gera svona fallega treflu og er þetta bara samkvæmt pöntum frá ykkur? Já. Þessi litir tveir? Við pöntum þessa 2 liti og ákvaðum líka, veist ekki fyrir, þetta er náttúrulega líka fyrir konur svona eins og mig sem á ekkert appelsínugult eða þannig. Og allur ágóðinn þetta kostar 3.900, fer í að styrkja menntunarsjóð sem við stofnum fyrir nokkur árum hjá Aflinu. Fyrir starfsmenn Aflsins. Og Aflið á Akureyri er svona miðstöð fyrir þolendur ofbeldis. Já, og hefur verið starfað hérna í fjöldamörg ár og það er þjónusta sem er fólki að kostnaðarlausu. Skiptir gríðarlega miklu máli, en geta allir leita til Aflsins alveg óháð fjárhag. Og það er auðvitað svo mikilvægt fyrir okkar samfélag. Hvenær heldur okkur takist að útrýma ofbeldi? Aldrei. Við þurfum alltaf að vera vakandi. Þess vegna þurfum við svolítið að vera á tánum og líka þess vegna erum við svolítið að reyna að endurvekja þetta svolítið til að láta vita að kannski erum við búin að sofa pinku á verðinum og við verðum bara að koma öll, alveg sama karlar, konur, börn, allir og útrýma þessu. Já, bara mikilvægt að koma og taka afstöðu gegn ofbeldi, bara sýna og hitta aðra sem við viljum ekki hafa þetta mein í okkar samfélagi. Og er það ekki líka þannig að konur eru útsettari fyrir ofbeldi, þær verða frekar fyrir því og sérstaklega ungar konur og sérstaklega konur af erlendu bergi? Jú, það er svona einhvern veginn,
já, kannski áhættan, hún eftir því sem að þú tekkar í fleiri box sem svona jaðarsettur eða undirskipaðir, fötlun eða vera erlendubrekkjubrók, tala ekki tungumálið, já, kona, börn, að þá, aukast líka. Já, þeim miður. Og ég kenni til dæmis á starfsbrautinu upp í verkmenntaskóla, nemendum með fatlanir og raskanir og þar tölum við, reynum að tala svolítið mikið sko ofbeldi og ofbeldi ekki eins og það fyrsta sem fólk getur eftir í hug, það bara blóðrauga og blóðna sér, nei. En ofbeldi, það eru alltaf til svo margar tegundir af ofbeldi. Já. Og kannski sumt erfitt að skilgreina, hvað mörkin, hvenær þetta orðið ofbeldi? Hvenær þetta ofbeldi og það fer örugglega líka bara eftir svolítið kannski manneskjunni eða karakterinum, varðandi til dæmis bara andlegt ofbeldi og svoleiðis. En bara allt ofbeldi við bara segjum nei við öllu ofbeldi, það bara þannig. Frábært. Treflarnir kosta 3.900 €? 3.900, já. Og fást hvar? Í göngunni. Í göngunni og upp í kirkju og kistu í hofi. Já. Og eins og segja, kosta 3.900 og svo náttúrulega kannski má hafa samband við ef það einhver sem þekkjar okkur sorgmissasystur, að við getum leiðbeint áfram. Er þið á Facebook eða einhverju síðum? Sko, það þetta að fara inn á sorgmist.is en svo bara og sjá þar. En sorgoptimistakonu verða allar með svona rauðgildi það ekki á Facebook á prófælmyndinni? Byrjar það ekki á mánudaginn? Það byrjar á mánudaginn, já. Svona róðagillum heiminn. Er eitthvað svona loka, svo þarna 10. verður þá eitthvað að vera hér? Ekkert sem við erum með. Nei, ekkert sem við erum með. En þá bara þessi mannréttindadagur og ég var einmitt spurðaði áðan bara upp í skólabítu, af hverju þetta á þessum tíma? Það eru allir að gera eitthvað á þessum tíma. En þetta náttúrulega bara dagar sem Sameinuðu þjóðirnar völdu í rauninni fyrir þetta. Og það eru bara í Evrópu 40 sorgoptimistakonur í 40 löndum sem að taka þátt í þessu átaki núna. 34.000 konur. Og fólk bara finnur upp, þið funduð upp á þessum tröflum, fólk að gera mismunandi hluti. Ég meina, Hollandi þetta túlípanar, það eru nokkra borgir sem að lýsa uppbyggingarnar með svona róðagiltum lit. Eins og verið hér. Það verið hof og svo göngustígurinn og brúin verið lýst með oranslit. Þannig að það eru rauninni og klúpar hérna á Íslandi, það svona mismunandi hvað Og hver og einn vilur að gera. Já, nákvæmlega. En svo eru þetta, UN Women eru með svona ljósagöngu í Reykjavík og en sorgoptimistar sem með dagskrá alls konar. Ætli hvaða félag sem geti bara sagt ég vil vera með og gert eitthvað í tengslum við þetta? Í rauninni, ég meina þetta náttúrulega bara svona alþjóðlegt átak. Takk kærlega fyrir að koma og segja frá þessu. Þetta afar áhugavert. Við hvetjum fólk til að fjölmenna klukkan 5 á mánudaginn. Klukkan 5 á mánudaginn, fyrir utan hof. Klætt eftir veðri. Já, takk. Takk kærlega.